sælir áhundu góðir og gleðilegt golfsumar. Við ætlum að kynnast göldrum golfsins á næstu mínútum með aðstoð nokkurra valinkunnra sérfræðinga og PGA-kennara, bæði heima og erlendis, og byrjum út í Alicante. Við erum komnir út á teig, Björn, og þá er mjög mikilvægt að hugsa brautina í rútínu. Já, það er gott að vera með góða rútínu. Það hjálpar okkur að slaka á og það gerir það okkur svona auðveldara með að slá höggin því við erum alltaf að gera hlutina eins. Hver er þín rútína? Hvað gerur þú þegar þú kemur á teig? Þegar ég kem á teig þá vil ég hugsa það svolítið þannig að ég tíu upp boltann, ég bakka, fer aftur fyrir kúluna, tek miðið, ákveð það hvar ég ætla að reyna að láta boltans lenda upp á að eiga gott annað högg. Þú ert búin að ákveða lendingarstaðinn? Já, og ákveða lendingarstaðinn, sjá hvar hætturnar eru og svona, finna lendingarstaðinn. En hversu mikilvægt er að fara í gegnum alltaf sömu rútína? Maður á kannski 5, 6, 7 rútínur. Verður maður ekki alltaf að fara sömu leiðina að settu marki? Jú, í rauninni. Alltaf að halda við rútínu sem líður best í. Þannig að þá ertu alltaf að gera hlutina eins og þar að leiðandi meiri líkur á að þeir vegni betur á vellinum. Jafnvel þó að síðasta högg hafi klikkað? Jafnvel þó að síðasta högg hafi klikkað, já. Við skulum tala næst blendingin, Jón Gunnar, sem hefur skipt sköpum fyrir margan kylfinginn á síðustu 10-12 árum. Já. Nýjasta kylfan í pokanum. Já, alveg þörf kylfa. Auðveldari kylfa heldur en löngujárn. Hverju hefur þessi kylfa breytt? Þetta hefur breytt miklu fyrir kylfinga því að það eru margir í vandræðum með að slá með löngujárnunum, með minni fláanum. Láttu mig þekka það. Já, og fyrir þessa kylfinga er þessa kylfur alveg þarfar því að það er auðveldara að slá boltan með þessu, auðveldara að slá boltanum í loftið og gefur bara betri högg. Af hverju er þetta auðveldara? Af því að þetta er með léttara skafti, þyngri haus og fólk, það er betra að sveifla þessum kylfum heldur en járnunum. Það er auðveldara að slá með þessu úr grasi til dæmis, heldur að því að það er margir sem að halda það að það sé ekki hægt að fara með kylfur út í gras. En hybridarnir eru mjög góðir í það, út í röf. Fara ekki undir boltan? Þeir smjúga vel í gegnum grasið, ekki þykka grasið, heldur bara venjulega röf, mjög góðir þar. Svo vekur það sérstaklega athygli mína, Jón Gunnar, að það eru komnir blendingar bara alveg niður í 7 járn. Já, það eru til 7 blendingar. Og þá erum við konir með kannski 30 gráðu fláa, þetta er bara eins og eru 7 járninu. Og þetta er eiginlega bara val hvers og eins. Margir, það er mikið orðið í dag að fólk er að taka jafnvel 6 járn og blendinga þar fyrir framann. Konurnar taka mikið 7 járn og blendinga þar fyrir framann. Þannig að konurnar eiga sérstaklega erfitt með margar með löngujárnin. Þannig að hérna fá þær bara auðveldari kylfur. Einmitt. Og þetta er svona, ég myndi segja 80% í dag hjá konum að þær taka blendinga í staðinn fyrir löngujárn. En tölum hennan dæmigerða kylfing sem er kannski á svona milli 15 og 30 í forgjöf. Hvað á hann að vera með marga blendinga í pokanum? Sko, það er mjög algengt að ef menn koma í mælingu að menn fari í 5 í pits. Og svo eiga menn kannski vetsa og taki þá hybrid þar fyrir framann, 1-2, 3-4 hybrid. Og þá er jafnt við kalla á konur? Konurnar fara lengra í hybridin, fara kannski upp í 6 hybrid. En við erum búin að tala svolítið fláan og ég hef tekið eftir algengum misskilningi þegar kemur að dræfernum að misskilda kallmennskan gerir það verkum að menn eru að taka of lítinn fláa. Já. Þetta er svona pínu kallremba í okkur, það er bara allt í lagi. Já, þú kannt sögur að þessu. Já, ég kann það. Það er nú þannig að ef menn koma í mælingu til dæmis og byrja að slá, ég læt að slá 2-3 högg og ég sé að þeir slá kannski allt og lágt. Og þeir eru kannski með 9,5 eða 10,5 gráðu fláa á dræfnum. Og ég næ kannski 12 gráðu dræfur og segi, ég var að prófa 12 gráður.
Nei, það ekki hægt. Ég stæði allt og hátt með því. Já. Og ég læt það bara að pröfa og kannski labba menn, það mjög algengt, menn labba út með dræfurinn. Já. Af því að þeir eru miklu ánægðir, þeir sjá þetta bara á tölum og á hæð, á boltanum, að þetta hendaði miklu betur. Þannig að sko, þú vilt að boltinn fljúi meira en minna? Já, ég vil náttúrulega sjálfsögðu að boltinn fljúi upp í lofti en ekki fljúi lágt og lendi fyrr. Þá náttúrulega bara byrja hann strax að rúlla og stoppar fyrr. Þannig að að boltinn fljúi lengra og lendi seinna. Þannig að þú fær lengri högg út. En menn eru alltaf hræddir við sko háuhöggin, einhverju hluta vegna. Já, það er mjög algengt og sérstaklega það er alveg sorglegt að sjá hvað margir tía líka neðarlega. Af því að menn eru hræddir að toppa boltan. Og en til dæmis með dræver, ef við tökum hausinn sem að þú ert með, þá er þetta hérna, sýtspottið eða heitibletturinn eins og kallað. Og þú vilt ekki hitta boltan hérna neðst á hausinn. Því að hann gefur meiri spuna á boltan. Ef þú hittir hérna fyrir ofan miðju á hausinn, þá gefur hann minni spuna og lengri högg. Spuni á boltanum í loftinu, hann flýgur minna, stittra heldur bolti með minni spuna. Þannig að þú ert að segja mér þetta tíðindi að sko heitibletturinn, hann er í miðjunni eða fyrir ofan miðjuna? Já, ég veit að það er margir gólfkennarar sem þeir samþykja þetta örugglega sem ég segi, að þú vilt fá 2/3 af boltanum fyrir ofan miðjuna og 1/3 fyrir neðan. Það er bara svo? Já, þá færðu minni spuna og lengri högg. Já, og meiri fláa heldur en minni? Já, meiri. Meira flug? Já, meira flug. Það er bara þannig, það er staðrind. Af hverju byrjaðir þú í golfi, Guðjón? Aðalega bara vegna þess að félagarnir, þeir höfðu kynnst þessi í Ameríku og þegar þeir komið heim svona, þegar maður verið kringu 20, þá fór maður að fikta við þetta. Og þú ert komið 5 í forgjöf, hvernig viðheldurðu svo lágri forgjöf? Aðalega bara með ástundun og já, hafa tíma til að stunda þetta. Er það eitthvað eitt öðru fremur sem þú leggur áherslu á? Stuttarspilið, klárlega. Það er það sem telur í þessu. Hvað á maður Bergur að hafa í huga þegar maður velur golfferð fyrir sig og kona en svona dæmigerða miðaldra kylfing? Þessir vellir skipta náttúrulega höfuðmáli? Jú, sko það er margir þættir sem koma að þessu. Það er fyrst að viltu vera í beinuflugi, viltu hafa langan akstur eftir og lendur, viltu hafa 18 hólu völl eða viltu hafa meira, viltu hafa hótel eða viltu hafa íbúðagistingu. Í raun og veru ég hef stundum sagt að ég fæ svona fyrirspurnir frá hópum, geturðu búið til ferð fyrir okkur? Já, segið mér óskalistan ykkar. Bara komið, og svo skal ég reyna að tikka þá í bóksinn og sjá hvaða staður hentar ykkur best. En bara sem dæmi, já, langflestar af svo stöðum eru ykkur út í sveit sem íslenska ferðarskustjórar bjóða upp á í skipulegum ferðum og það verðist henta Íslendingunum bara ágætlega, fara bara á einhvern eitt stað, vera bara þar, vakin og sofa eins og þetta, bara golf og borða og sofa og golf og svo farið heim aftur. Svo höfum við svona staðir sem hér sem við erum á núna, Alicante Golf. Hér erum við bara í byggð og þetta er líklega, við þekkjum nú svolítið hvern annan í þessu bransa. Þetta er nú líklega að verða vinsalasti í farþegafjölda áfangastaði íslenskra kylfinga per ár og kannski vegna, hann er í byggð. Þú hefur það er auðvitað beint flug, alltaf beint flug til Alicante, 20 metrar frá flugvöllunum. Þú ert með Alicante borgina, 300 manna borg sem hefur upp á allt að bjóða, hérna bara 6 km loftlínu. Þú getur valið að taka strætó og leigubíl eða sporvagnin sem stoppar hérna fyrir utan. Við erum með fína baðströndina rétt fyrir neðan, veitingastaði. Það er til dæmis hérna mun fleiri sem að taka gistinguna eingöngu morgunmat vegna þess að þeim líkar þetta, geta hafa þetta val. Bara svo ég segi sjálfur frá, ég fór í gærkvöldi með góðum vinnum mínum inn í Alicante að borða gríðarlega góða mat, flott veitingastað og maður getur valið sér nýja veitingastað, en þetta er þetta sko val. En reynsla þín, hvað skiptir mestu máli fyrir golfferðalanginn þegar til lengdar lætur? Er það að hafa þetta bara einfalt og þægilegt?
Já, auðvitað. Og það fer líka kannski aðeins eftir aldri. Við til dæmis gerum út á sérstakar heldri kýlingaferðir. Það er svona 65, reyndin svo að það eru flestir sko pluss 70. Og það er með þetta samt, sko. Það er þessi þægindi. Það er svona allt við hendina. Ef eitthvað kemur upp á, þá er spítalhennar bara voru í göndunni. Golfbílarnir inn á hótelinu, bara með liftur niður í bílakjallara og þar sest inn í golfbílinn og keyrir út. Okkur sýnist það að það er svona vera svona þessi þægindi sem að langflestir að sækja í og þá komur líka hinu sem sagt sko að yngri kylfingar sem að hingað koma þeir tala auðvitað líka það sem sko að það er ekkert vont fyrir okkur að hafa þetta einfalt og þægilegt. Það er ekkert verra. Leikplanið, Björn, er kannski ekki það fyrsta sem nemendur þínir í golfnáminu spyrja en leikplanið skiptir oft miklu máli. Já, það gerir það. Það er svona grunnurinn að góðri spilamennsku. Við þurfum að vita styrkleikana og veikleikana í leiknum okkar og reyna að forðast að slá höggin sem við ráðum ekki við. Þannig að þegar við stöndum á teig þá þurfum við svolítið að vega og meta það. Þurfum við 2 högg eða 3 högg inn á flötina og við eigum ekki alltaf að reikna með að við sláum besta höggið okkar, þannig að við þurfum stundum að reikna með að það þurfum við 3 högg inn á. Það er nefnilega oft vandinn og gorgerinn sem fylgir manni á teig að halda að maður geti tekið 2-3 bestu högg sín í röð. Já, það er svolítið þannig og stundum gerist það og það er náttúrulega bara frábært þegar það gerist. Og svo er þessi metingur, Nonni hérna gat þetta, þá hlýt ég að geta þetta líka, en oft föttum við það ekki að kannski Nonni er búinn að spila 10 árum lengur og með 10 fórgjum eða viðkomandi kannski með 20, þannig að það töluverður munur þar á milli. Og svo getur maður lagt brautin upp þannig að maður kannski tekur stutt upphafshögg til þess að eiga sko bestu lengdina sína eftir. Já, það er ofta sem að við sjáum atvinnumenn gera, þeir eru stundum bara með járn á teig, þeir rífa ekki alltaf upp dræverinn, þannig að þeir leggja upp og til að eiga sem sagt svona sitt aðalhögg eftir, það sem þeir ráða við og þeim finnst líður vel með að slá. Svo er náttúrulega líka mjög mikilvægt, Björn, að taka út hætturnar. Já, spila sig frá hættunum. Ekki alltaf að reyna að spila sig yfir þær, ef það er litla líkur að við náum yfir þær. Ágætt að hugsa ef það er klompa á hægra megin á brautinni að spila sig vinstra megin og eða vippa fram hjá klompu þegar við erum nálægt flötinni í staðinn fyrir að vera alltaf að fara yfir. Þannig að það er svona, já, ýmsa leiðir til að forðast hætturnar en reynum að forðast það er svolítið þannig. Svo mörg voru þau orð en við gerum hér stutt hlé á þættinum og þó fáum kannski eitt gott ráð áður. Hvert er besta ráðið á flötinni? Ekki mikla líkamshreyfingar. Við stöndum frekar kjur yfir þessu, pendúnum svona frá öxlunum, bara með höndunum og allt svona dill eitthvað, það yfirleitt er ekki til þess að hjálpa. Ein ágæti svona samlingin sem ég hef notað í golfskólum hérna á Spáni, bara þegar maður sest á ákveðin stað og ræðir páfann, þá er maður frekar kjur með aftur endan og vera jafnvel bara um búturinn með sér og hér er hreyfingin. Og þetta var gott ráð, en stutt hlé og svo komum við aftur. Velkomin í golfskálan á Hringbraut á Nýjaleik. Við erum að kynnast göldrum golfsins frá sérfræðingum og PGA-kennurum og höldum áfram næst þetta ráð. Golf án bolta er sennilega ömurleg íþrótt, en Pétur Óskar, hversu miklu máli skiptir boltinn? Hann skiptir miklu máli. Það er oft talað um svona 3 tegundir af boltum og þeir haga sér allir öðruvísi og sko í fullkomnum golfhring þá værum mest að 3 bolta í vasanum. Myndi slá teigöggi með frekar hörðum bolta sem að mynda lítinn baksnúning og rúllar mikið og svo inn á högginu þá myndur skipta yfir í mjúkan bolta sem að mynda mikinn snúning og bara upp á að hafa
góða lengdastjórnun og hann stoppi snemma á flötinni. Og svo þegar kemur hann á flötina þá tekur kannski þriðaboltan sem ekstra mjúkur og það að pútt í. En við þurfum að velja einn bolta og spila með sama boltanum alla hóluna. Þú getur ekki skipt mörgur sinnum á hólu. Og þá er það bara þannig að þessir dýrari boltar, þessir boltar sem eru unnir úr júruþeinefninu, að þeir eru góðir í öll þessi 3 högg. Ódýrari boltar, þeir eru unnir úr sörlinefni og þeir eru kannski ágætir í flest högg, en svo ertu með þessa ódýrustu bolta hörðu sem þá kannski bara góðir í upphafsveikið. En sko þú leggur áherslu á það sem boltasérfræðingur að maður læri inn á sinn bolta. Já, það oft talað að golf sé svona íþrótt stöðuleikans og ef þú ert með alltaf sama boltan þá svona hægt og rólega lærir inn á hann, veist hvernig hann hagar sér og það hjálpar alltaf til með stöðuleikan. En svona þessi venjulegi kylfingur, hann oft með bara eitthvað safn af boltum sem hann hirðir hér og þar úr karkanum í pokanum. Já, það má kannski á forðast það, sérstaklega er komin kannski dálítið langt í íþróttinni. Allilega ert að byrja og ert að tína mikið af boltum. En ef þú ert komin undir 20 þá áttar ekki áherslu á einn bolta? Klárlega, þá myndirðu hérna bæta nokkur högg held ég. En sko, svo eru til harðir boltar annars vegar og linir boltar hins vegar, þessir svokallagi softboltar. Hérna erum við með vetsinn, sko, hver er hinn raunverulegi munur á hörðum bolta og linum bolta þegar það kemur að hausnum á kylfunni? Ég get bara sýnt það hérna. Harður bolti, hann, við getum sagt að þegar að kylfingur hittir boltan, þá flest kúlan út og snertir dálítið stóran part af andlitinu, höggfletinum. Og því mýkri sem boltinn er, því meira flest hann út og það er lykilatriði að allir kylfingar ná að fletja boltan út en þeir sem kannski sveifla hratt, þeir fletja hann aðeins meir út. Harður bolti náttúrulega, eins og ég sagði, hann flest minna út og það sem gerist þegar boltinn flest út, að hann leitar hérna upp líka og raufarnar í kylfunni grípa boltan og mynda snúningin. Já, og grípa þá mýkri boltan meira? Já, mýkri boltinn náttúrulega þegar hann flest meira út, þá grípa hann betur og meira. Og svo líka þessir dýrustu sem unnir úr júruþeinefninu, þeir eru, það er þetta líka því við stroklegar ef þetta er, harði boltinn er blýanturinn. Þetta er aðeins önnur áferð. Þessi áferð, hún festist meira á andlitinu og raufarnar grípa hann ennþá meira, þannig að það kemur ekstra snúningar á boltan. Og meira þess að í þessum flegjárnum, þá ertu ekki bara með raufar heldur eftir með litla rákir. Já, svona munstur. Og þær gera það sama, þær grípa boltan áður en hann fer of hátt upp og mynda snúningin. Þannig að raufarnar skipta miklu máli? Já, skipta miklu máli. Já, það er eins gott að hreinsa það reglulega. Það eru mikla pælingar þar, hversu margar og hvað er langt á milli og djúpar og reglugerðir til það með þessu. En það sem ég hef lært af þér á þessum mínútum sem við höfum talað saman er að tileinka sér bolta og nota hann jöfnum höndum í sínu reglulega golfi. Endilega, já, það er bara mjög góð leið. Tölum skó, golfskó. Hversu mikilvægir eru þeir í golfinu? Einfaldasta samlíkingin er þessi. Sko, þegar við sveiflum golfkjölunni, snúum aftur, þetta er líka á snúningur, snúum aftur og svo snúum við fram. Og það er svona ákveðin hraðaaukning í snúningur fram. Prófa að standa á svelli og reynda að gera þessa hreyfingu og halda jafnvægi. Aðeins íkt dæmi en samt sem áður, þetta er hugmyndin. Þess vegna eru golfskotin með þessa takka hérna, gatta hérna undir. Það er til að veita fótfestu vegna þess að þegar við snúum fram, þá er ákveðin svona viðspyrna, spyrna sem á sér stað. Og ef við erum ekki með gattana, þá er meiri hætta því og sérstaklega blautt til dæmis undirlag, snemma á morgnana eða bara rigningu, að við missum fótfestuna og snúumst út úr sveiflunni. Erfiðara að hitta kúluna rétt við þar aðstæður. Þess vegna eru takkarnir. En þetta eru orðnir sko plasttakkar. Þetta voru gattar í gamla daga fyrir svona 15-20 árum. Er þetta jafn gott og gattarnir? Ég hef svo sem ekki séð neina sérstakar rannsóknir en ég myndi halda það ef við horfum á þetta, sko, þetta mun meiri festa heldur en gattinn. En sem sagt,
af hverju gatarnir orðnir bannaðir víðast, sko. Ég held að hérna, eins og einn góða maður sagði, þetta er bara að venda parkettið í golfskólanum. En svo erum við hérna bót líka. Hér er sem sagt, sko, hér er hægt að skipta takkana. Bara þegar þeir eyðast, þá skipta út. Þessi skórunur, hann endist á lengur sem golfskór. Hér göngum við niður úr þessum hérna, þetta er svona street skór eða sem kallað er. Virkar þetta jafn vel? Nei, sko, við erfiðar aðstæður, þar sem maður þarf mikla gripfestu, þá virkar þetta ekki eins. Það er alveg pottitt. En það sjáum við það, ef við skoðum afrekskylfinga, þess að þá sem að keppa á svona afreks, í mörg þeirra kannski í þessum hérna sko í æfingaringjum og svona leika sér og svona sko, en þegar það kemur að keppni þá eru þau langflest komin í gattaskóna eða takkaskóna. Bergur, maður trassar ofta að hirða skóna sína bera á þá. Það er tvennt sem ég myndi segja, sko. Það er annars vegar sko, fyrst og fremst það er undirlagið. Það er líka þetta sko, það vill svolítið safnast gras í skóna og reyndar það búið að breyta svolítið undirlaginu til dæmis á eins og ekkoskónum með hérna, þessa stríttaka að nýja formið safnar minna í sig og þetta á ekkert að binda gras í, það á að hreinsa alltaf sko. Gömlu takkarnir þeir voru orðnir bara slétt fullir sko og þá alltaf gripið farið. Þannig að það er einn hlutur sem hafa í huga, kíkja undir skóna öðru hvoru þegar maður er í gólfinu, hver er staðan og getur jafnvel fengið eitthvað sem er mamman í holli til þess að kíkja undir, bara svo maður sér að járna hestið eitthvað. Akkurat. Guðfinna, af hverju byrjaðir þú að stunda golf? Já, eiginmaðurinn kom bara heim með golfsett og við dreifum okkur bara í golf og þetta hefur gefið mér alveg svakalega mikið. Og þetta er hvað, 2002? Já, þetta er 2002 og síðan hefur verið bara mjög dugleg og aktív í þessu. Hvað gefur golfið þér? Bara allt, sko. Útivera hreyfing, samskipti við fólk, maður kynnist mörgum, bara skemmtilegt, sko. Ekkert nema skemmtilegt. Og maður kynnist bara skemmtilegu fólki? Já, það er ekkert nema skemmtileg fólk í golfi. Það er bara þannig. Tölum að þessum upphitun fyrir golfhringinn í honum miðjum og kannski líka teygja úr sér á eftir. Er þetta mikilvægt? Já. Ekki spurning að það er mikilvægt að hita upp. Liðka líkamann en svo náttúrulega líka þetta fara með út í öfgar. Og þá tökum við sem dæmi meistaramót, þá mætur 3 tímum áður, slærð alveg helling og gerir alls konar hluti sem við ekki vanur að gera. Yfirleitt mætur bara hlaupandi á teig og spila þitt golf. Og svo kemur meistaramótið, þá náttúrulega ætlum við að gera eitthvað allt öðruvísi og spila sitt besta golf, skilur ekkert í þessu. Þannig að vanaferlið skiptir miklu máli, en auðvitað já, upphitun er alltaf eina góða. Og auðvitað líka á hringnum að halda sig og tala um eða einhver bið eða kannski að spilast aðeins hægt. Ekki bara setjast eða bara hanga, heldur vera að hreyfa sig En þú nefnir rútínuna. Það skiptir öllu máli að halda sig við sína sveiflu. Já, við sjáum ekki að flestir hafa nú sína sveiflu og halda sig í sveiflunni sinni. En það er frekar rútína sem breytist og þá getum við, maður tekur stundum eftir þegar við erum með Þorsteinn Hallgrímsson til þess að lýsa sjónvarpinu. Það er þegar spennan er mikil hjá þessum bestu í kylfingu sem sagt. Og hann nefnir takið nú eftir, nú er vanaferlið orðið aðeins annað. Spennan er fannir svona og fólk svona fyrir að taka á taugarnar og þá er gaman að fylgjast með. Þá komur klúðurinn? Já, þá kom aftur þess að það er vanaferlið, það skiptir alveg gríðarlega miklu máli, gera alltaf eins. En talandi upphitun fyrir á hringnum og eftir, hversu mikilvægt er að vera bara í þokkalegu standi, að halda sér í góðu formi, vera mjúkur? Langflestir betri kynningar sem við vorum að horfa á í sjónvarpinu, þetta æfa gríðarlega mikið, passa sig að halda sig í góðu formi. Nick Faldo í gamla daga, hann var svona undanfarið þess. Það skipti gríðarlega miklu máli að vera í góðu formi auðvitað. 18 golfhringur, 10-12 kílómetra gangur, 4-5 klukkutímar. Auðvitað skiptir þetta máli að vera í góðu formi. Og líka bara geta haft stjórn á sínu hreyfingu, stjórn á líkaminu, hvað líkaminu er að gera. Eftir sem þetta er betra formi, þá held ég að gangi betur. Þá er þetta bara að verða búið, en kannski eitt ráð að lokum frá kennaranum. Af hverju ósköpunum Bergur púttar maður yfirleitt of stutt? Góða punktur. Eitt af því sem ég læt fólk æfa þegar ég er að kenna, það er að ímynda sér púnt aðeins fyrir aftan hóluna. Mér finnst einhvern veginn svona að hugsa út í, ég gerði smá tilraun með þetta, ég setti stöngin og tók stöngin úr, setti hann á svona rúmt fet fyrir aftan og bara fólk að pútta þá.
og þá allt í einu fór að snarbeittist það yfir það að fólk fór að púta meira fram yfir hóluna, fókusin fór á stöngina þar sem hún var, komin aftur hóluna. Þannig þetta eitt af þeim punktum sem ég nefni fólk, hugsaðu eitt punkt svona rúmlega fet fyrir aftan hóluna og reynda að setja fókusið þangað. Hann kann lagið á þessu, golfkennarinn, en við förum að segja þetta gott héðan úr golfskálanum, verið sæl.